are young syngja, já, hljómsveitin Fun. Og talandi Fun að þá miðvikudagur, FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan daginn. Og eins og alltaf á miðvikudum. Og þá situr snillingurinn Pétur Jóhann Sigfússon þetta beint á móti mér. Pétur, verður velkominn. Já, góðan og blessaðan daginn og takk fyrir það, vinur minn. Hvernig ertu? Ég bara mjög góður. Það ekki? Jú. Silkislakur og feskur? Já, ég myndi orða það þannig, já. Já. En þú sjálfur? Herru, ég er góður. Ég er alltaf feskur. Já, miðvikudagur og við erum með 22. februar. Já, öskudagur. Öskudagur. Og við munum einmitt komast inn á það hér og eftir. Svona, það verður dagskrárliður með þér sem að þú gerir það sem að börn gera á öskudeginum. Já, þau fara út borg og bíó og syngja. Já, til þess að svona betla nammi. Já, gegn því að fá pínu lítið nammi. Já. Ég ætla að vinda mér, þú varst svo yndislegur að fara og kaupa búninga. Já, ég keypti nokkra grímur handa þér. Sem að ég ekki ennþá búin að sjá. Nei, ég hlakka til að sýna þér hérna eftir og það sérstaklega, ég mun henda inn myndum á Twitter fyrir hlustendur því að nú erum við í útvarpinu ekki sjónvarpið, þannig að fólk fær nú að sjá þetta. Það sérstaklega einn gríma sem ég hlakka mikið til að klæða því. Og ég veit að þetta hljóma kynferðislegt en það ekkert þannig, þetta svona hún mjög fyndileg, þetta svona gríma sem að svona Helga pappin myndi að kaupa ef hann búinn að gleyma öll einhvern veginn. Já, bara þeir eru búin að klúra öllu. Já. Þetta skítarætting. Já, þetta það síðasta gríman í búðinu og ég sýnir hann hérna eftir. Ok. En ég með 3 grímur handa þér. Fyrir ykkur sem eru svona spáð út á hvað það gengur, þá ætlum við að senda Pétur eftir að láta hann syngja í búðum. Okay. Og það ekki líka gaman ef þú fer kannski 3 búðir og svissa grímunum og sérð svona í hvað grímu var best tekið, skilurðu. Jú, ég er bara til í hvað sem er. Já. Ég er bara eins og leir í höndunum á þér. Já, ég fíla það. Já. Ég er bara á þeim tíma sem ég er búin að þekkja auðvun, þá hef ég lært það að það er langt best að hafa það þannig. Vera bara algjörlega slakur og vera bara eins og leir í höndunum á þér. Já, ég fíla það. Þess að það er kortið er akkurat það sem gerist. Það er sama þó maður sé með einhverja aðra hugmyndir og eitthvað svona. Það nær aldrei fram að ganga. Já, jú. Ég reiki mig á þetta öndal í gegnum tíðina. Já, ok, þannig að þú ætlar að vera bara svo leir. Ég ætla að vera svo leir í höndunum maður. Ekki ofboðslega það fallegt, ég er ánægð með það. Já. Við erum ekkert bara með það í dag, það er karaoke-keppni hjá okkur, eins og alltaf. Já. Já, og það sem að við Pétur keppum í karaoke og hlustendur setja svo inn atkvæði og ef ég vinn í dag þá er ég búin að jafna þið 3-3. Já, þú er búin að jafna þið 3-3. Ég reyndar gæti þurft að taka eitthvað svona þægilegt lag í dag. Já. Af því að hérna röddin á mér, hún er ennþá að jafna sig. Ég kynnt inn lið Tindastóls á laugardaginn var ég úrslitum bikarsins og eigðurlægnast ég með röddina við öskrinn. Hvenær? Bara á laugardaginn. Og við Sveppi gátum ekki verið með hitaklefa í gær sögum þess. En hún er svona að koma, hann hafi verið hitaklefa á þriðjudaginn en ég verð bara að finna eitthvað svona fallegt lag til að syngja hérna eftir í karaoke-keppninni. Ok. Og ég er búinn að velja það. Ertu búinn að velja það lag? Já, ég er búinn að velja með lag. Ok, er það gott? Já, ég bara hef ágætist trú á þessu lag. Já, þannig að ég hef reyndar alltaf haft mikla trú á þeim lögum sem ég valið, sko. En það hefur bara ekki alltaf gengið í gegn, sko. Nei, það hefur ekki alltaf endur speglast í þjóðin endilega. Nei, já, langt frá því, sko. En það er nú einu sinni þannig í auðun að þegar að 2 menn keppa, þá er alltaf 1 sigurvegari og 1 sem tapar. Já. Og stundum fellur það bara öðrum megin. Já. Skilur. Það er ekkert alltaf þannig að maður vinni alltaf. Nei, en hvernig hefur það verið svona í gegnum þitt líf? Ertu vanur því að tapa? Já, ég er mjög vanur því að tapa. Það ekki? Nei, samt ekki. Jú, ég er miklu meira gert að því að tapa heldur en að vinna. Já, kannski þetta er að kemur að íþróttum með þig, en ekkert svona, þú ert nú sigurvegari í lífinu. Má nú eiga það? Já, jú, það er falleg börn og konu og það er rétt hjá þér. Já. Það er svo rétt hjá þér. Já. Þar er sigurvegari. Nákvæmlega, það má aldrei gleyma því. Það er rétt í það. Við erum með fleira eitt í dag. Ég er sigurvegari hér. Það er sigurvegari sem talar til ykkar, hlustendur FM 95 Blöð. Pétur Jóhann Sigfússon heiti ég og ég er sigurvegari. Það er rétt og svo kemur Ari Eldjárn líka eftir. Hann er sigurvegari. Já, hann ætlar að kíkja henni smá heimsókn til okkar og ég er með svona pínu skemmtilega hugmynd sem langar svolítið að gera á eftir með okkur. Með mér og Ara. Já, ég var til að þú sem Jón Ásæll myndi hitta hann sem Bubba Morthens. En við komum betur inn á þá eftir, við skulum ekki segja Ara frá því því að Ari er svona ekta eitthvað svona, já, veist, bara segjum það við hann í beinni. Já, ég held samt að hann taki vel í þetta. Já, Ari er snillingur. Yfirmáta jákvæða maður, hann Ari Eldjárn. Já, það verður gaman að heyra, þinn Jón Ásæll tala við hans Bubba Morthens. Þannig að það verður eins og þið heyrið þræl skemmtilegur þáttur hérna hjá okkur strákunum í dag. Og já, ég er að spá að byrja þetta á uppáhaldslæginu hans Péturs sem heitir Call It What You Want með Ricky Martin með Foster and the People. Ja, Foster the People. Nei, hvað er þetta? Akkur ekki Ricky Martin? Ricky, það eru bara ekki það mörg lög hérna með Ricky Martin, Pétur. Það hlýtur að vera til 1 lag með Ricky Martin, það er nóg. Ok, en ef ég lofa þér í dag spila ég Ricky Martin fyrir þig. Þú ert búinn að lofa því ofta aldrei staðið það. Hvernig stendur það í dag? Hvernig líst þér á það? Já.
syngja Foster the People. Auðun Blöndal og Pétur Jón Sigfússon með ykkur hérna til, 6 í dag. Og það er komið að liði sem alltaf á þessum tíma og það Pétur. Slúðrið í FM 95 Blöð. Var Johnny Depp að kaupa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 Blöð. Það húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blöð. Það rétt, það húsfélagið Frostafold 20 sem býður upp á slúðrið. Þennan miðvikudaginn. Það svo mikilvægt að ramma inn það sem þú ert að fara að gera í útvarpinu. Já, þú vilt hafa svona trailera. Ég vil ramma þetta allt inn. Já. Þannig að fólk viti nákvæmlega hvað í gangi og hvað upp og hvað niður. Nákvæmlega. Það eru konir í slúðrið og umsjónarmaður slúðursins þú sjálfur, Blöndal. Það er rétt, ég er með svona allt í lagi slúður í dag, það er oft verið betra, verða þið ekki ekki draga úr þessu strax. Nei, herðu, ég ætla að byrja slúðrið á Vilhjálmi Prince William. Já. Hvað er að frétta úr þeirra herbúðum? Herðu, hann og Kate Middleton sem hann giftist þarna daginn. Þau eru gríðalega vinsæl í Bretlandi og það fylgst með hverju skrefið hjá þeim. Þau voru að kaupa sér hund. Vá, þetta er frábært maður. Það er svartur Cocker Spaniel. Já. Og þau hafa ákveðið að skýra hann Lupo. Og Lupo þýðir á latínu lítill úlfur. Þetta er alveg skelfilegt. Litli úlfurinn. Já, Prins William og hún Kate Middleton. Og eru þau búin að frumsýna nýja hvolpinn? Nei. Það er ekki myndir á hún? Nei, það er enga myndir, en svona, þetta er í fyrsta sinn sem þetta legur í fjölmiðla að sé komin nýr fjölskyldumeðlumur hérna. Það er aldrei komið í fjölmiðla þegar ég fæ mér eitthvað dýrkvikindi. Nei, þú áttir hund einu sinni. Þú hefur átt eitthvað dýr núna? Nei. Það þarf að fara að græja það. Já, hvernig dýr langar þér í? Ég væri bara til í háhyrning. Það er búin að verðsinn að vera með það. Það er bara nefnir út í gardi í pottinum í það? Já, það væri búin að verðsinn að vera með hann. Já, þú ert ekki með pottarni í þessar höllinni eða? Jú. Og sundlaug líka. Já, og getur geimt hann í lauginni bara. Já, geimt hann í lauginni. Hvað myndir þið skýra hann? Keiko, stórkostleit. Eða Meiko. Hæ? Meiko, bara eitthvað svona flip, næstu eins og Keiko. Eða Seiko. Jæja. Þá er það næsta slúður og það er að vinna okkar honum Bobby Brown. Hann er mikið í slúðurinu þessa dagana eftir að söngkonum Whitney Houston lést. Og hann var að fara núna á milli með umbósmanninu sínum, þótt ótrúlegt með virðast á þessi einstaklingur ennþá umbósmann. Og hann er að svona flakka núna á milli bókaútgefenda og ætlar að gefa út tell-all bók Whitney Houston. Og þetta finnst mér, það er eitthvað svo rangt og sett við þetta allt saman. Þannig erum við að heyra af einhverjum krakkfíkli sem er að reyna að ná sér einhvern smá auka pening með því að láta allt flakka sig og fyrir hann eiginkonu sína. Já, Bobby, hann er samt ekki, hann er þurr, eða ekki? Er það málið? Ég veit það ekki, ég spyr þig. Nei, mér finnst það ólíklegt. Maður sem stormar út eftir hálftíma í jarðaför og... Já, hann var náttúrulega var að fara að vera með tónleika, sko. Hann gæti ekki verið að náttúrulega tíma. Já, sko, nei, hann storma út því að það var ekki nóg pláss fyrir alla vina hans á Fremstabekk. Já, sem skiljalegt. 20 manns með sér. Já. Hvernig er hægt að vera svona? Fauk í hann. Fauk í hann, maður byrju hvað er ekki sæti fyrir þetta volkan? Já, ég stend ekki í þessu. Annars sitja allir vinir mínir á Fremstabekk að ég er farinn. Við skulum koma. Krakkar, komið. Já, þú vilt meina að þetta sé bara vina sinna? Já, ég veit ekki, ég þekki hann ekki persónulega. Nei. En það virkar á mig sem mjög fýtt gaur. Já. Svona við fyrstu sín, sko. Ok, en það sem er sorglegt við þetta allt saman er að þessi bók mun örugglega, sko, mökk seljast. Já. Þetta er eitthvað sem að fólk vill lesa, en svo er spurning hvort hann segi allt. Fattarðu? Já. Hvort hann láti allt flakka. Er það einhvern tíma þannig? Þeir sem að gefa út svona ævisögur, segjum til dæmis Pétur, og nú ert þú búin að vera gríðarlega vinsæll grínist í 10 ár. Og svona pínuðu konfektmóli þjóðarinnar. Ef þú myndir gefa út ævisögu, þú myndir ekki láta allt flakka eða? Jú, ég held það, sko. Er það málið? Þó að myndir kannski sverta aðra vini inn og svona? Já, það er hæpið. Já. Já, hann átti enga vini. Ég átti bara einn vinn. Hann þyrfti ekki á hann einar ágjur. Já. Hann var nú í því svona að bjarga mér úr vandræðum. Hver var það? Guðmundur Steingrímsson. Já, en ég er nú að tala svona í seinni tíð líka. Já, núna bara. Já, veist. Já, ég myndi náttúrulega segja allt um þig. Já, þá veist ég að drepa það. Það er því svæsinn kallið.
Þegar að sköllótt að kveikið Auðun Blöndal labbaði inn í líf mitt. Já, Kafli 13. Já, það verður 13. kafli. Já, herðu, svo loka slúðrið hérna hjá okkur í dag. Það íslenskt, en ég held að það ekki farið fram hjá neinum hérna á Íslandi að Garðar Gunnlaugs og Ásdís Rán, þau hafa ákveðið að skilja. Já. Sem leiðinlegt, alltaf leiðilegt að heyra að á svona skilnaðum og þau eru búin að saman í 9 ár. Já. Og biðja í rauninum bara svona smá frelsi, eða svona. Já. Og vilja bara vera látin í friði í smá stund núna. Kom eitthvað upp á? Nei, það hefur ekki komið neini yfirlýsing, sko. Nei. Þau skilja bara í vinsemd og virðingu, stóð. Já. Og sem alltaf gott, ég meina þau hafa börn og svona. Hann náttúrulega fyrirferðað mikill. Hann Garðar? Já. Þú vilt skella þess á hann? Já, ekki svona læti í honum. Já, og þú vilt meina að þessi læti í Garðari Gunnlaugs hafi orðið til þess að Ásdís Rán bara fekk nóg? Já, ég get ekki búið með þeim manni. Nei, ég ekki verið að hlusta á mig. Nei. Ég bara að bulla maður. Nei, en þetta er leiðilegt, en sko ástæðan, þetta er leiðilegt. En það ekkert á hverjum degi sem að ef að íslenskt par hætti saman, þetta var inn á öllum vefmiðlum. Þetta var á pressunni, þetta var á devaf.is og þetta var á vísi.is. mbl.is reynda fjallaði ekki um þetta. Nei. Þannig að þetta samband hefur vissulega vakið athygli hérna á Íslandi. Það er ekki neinum blöðum með það að fleta. Það rétti á Auðun Blöndal. Já, og við óskuðum þeim bara allsins besta. Báðum. Gerum það. Já. Sendum þeim okkar baróttu kveðrir úr Þetta er erfitt, hún út í Búlgaríu skilur og hann á Akranesi. Já, tekur sinn toll á sambandi örgla. Já. Þetta er fjarbúð. Þetta er búið að vera fjarbúð núna í smá stund. Á þeim orðum ætlum við að segja slúðurinn lokið hér í FM 95 Blöð. Það er hárrétt. Já, viltu ég setja þá hérna þig? Þú verður að gera það. Ok, sorry. Slúðrið í FM 95 Blöð. Nei, veitu hvað, er þetta búið? Já, bara slúðrið í FM 95 Blöð. Það gerir þetta aftur maður, ramma þetta betur inn. Ok, mér sé. Slúðrið í FM 95 Blöð. Já, þá er því lokið. Það komið að lagi sem að, vann ekki Eurovision á þessu sinni, en enga síður virkilega fallegt lag. Þetta er hann Magni með Hugaró. Já, það hefur átt að setja sko trailerinn og svo bara beint í lagið, ekki tala eftir trailerinn. Þú baðst hann aftur? Já. Magni okkar Ásgeirsson hér í FM 95 Blöð. Þessi maður hlýtur að vera búinn að setja einhvers konar met í því að vera að flytja og senda inn lög í Eurovision og fer aldrei. Já, og vinna ekki. Já, bara er aldrei sendur út fyrir þjóðarinnar. Mér finnst hann alltaf vera þarna með alltaf einhvern veginn með svona svipuð lög og hvað þú veist. Og fer aldrei áfram. Það er þetta rétt hjá þér. Maður er fann að hálf vorkina Magna bara. Og svo ég meina ekki vann hann Rockstars uppi nóg. Nei, á langt frá því. Já, hringjum bara hann síðan hérna. Við vorum að spila Magna, maður sjá. Hringja í hann? Já, ég leni ekki. Með númerið í honum bara? Já, maður sjá. Spyrjum hann. Hvað er þetta maður? Spyrjum hann bara hérna, hversu ofta hann ætlar að taka þátt á hans að vinna. Já. Magni? Já, það er bara vona að svari. Halló? Magnificent. Er það Magni okkar Ásgeirsson? Nei, hann verðist ekki alltaf svara okkur. En ok, ef hann svarar ekki. Veistu hvað hann er að segja þá? Hvað? Ég er sammála ykkur. Já, reyndar. Þögn er sama á samþykki. Já, það var hann basically að segja hann sér með allt niður þessi. Hann er búinn að vera að senda inn lög meira og minna frá því 96 eða 7. Alltaf bara á allir einhvern veginn. Halló, þetta er Magni. Ekki lesa inn skilabóð á talvóla mitt því ég kem aldrei til með hlusta þið. Aldrei. Aldrei. Herðu, hvað hrókið þetta? Já, bara hringið mig aftur. Ég ætla víst að lesa inn skilabóð. Magni. Já, Magni, blessaður að það er FM 95 Blöð hérna með henni. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, Utti Blöð situr hérna á móti mér. Sætlinur. Við vorum að spila lagið sem hún sendir inn í Eurovision. Hugaró. Og við fórum að velta upp þessari spurningu bara, ég meina, hvað, þú veist, þarf ekki að fara að taka saman bara, hvað, þú ert búin að senda inn mörg lög og aldrei komast einhvern veginn áfram? Þetta hlýtur að fara að setja aðeins á þig, Magni minn, að fara ekki af. Við vorum að taka saman þetta sennilega 4. eða 5. lagið sem þú tekur þátt með og... 4. eða 5. Ég myndi segja 14. Já, aldrei færð að fara erlendis. Ég væri ekki bara betur að tala við Icelandair eða eitthvað og senda þið bara eitthvað út og lefa að syngja eitthvað karaoke. Akkur er þetta ekki bara með matreiðslu þættið maður?
Það allir með matreiðslu þetta, Magni. Þetta var samt hrikalega flott lag hjá þér, við gefum það. Já, flott lag. En þú veist, bara eitthvað eldað með Magna, maður. Já, okkur. Pældi í því, hugsaði málið. Já, þetta komið gott á Eurovision, Magni. Já, bara með steiktar, einhverja fylltar kjúklingabringur og svona. En reyndar, hann mætti fara aftur í Rockstar Super Nova, hann stóð sér frábælega þar, þó hann ekki unnið. Er það ennþá í gangi? Nei, það er reyndar ekki í gangi núna. Nei. Herru, Magni, við byrjum að heilsa þér. Leiter. Já, engin leiðindi samt, Magni. Ertu búinn að leggja á hann? Já, ég er búinn að leggja á hann. Já, þetta er samt sko, hann er samt eitt svona okkar bestu söngurum samt að Magni. Já, fanta söngvari sko. Já. En það virðist ekki hart þetta með honum bara. Nei, þetta er ekki með honum. Nei, ekki þessu sinni. Það er bara, því miður Magni. Nei, djúvill eru í leiðilegumar. Nei, Magni er góður vinnur okkur. Og stórkostlegur söngvari, en það styttist í að Ari Eldjárn mæti hérna í stúdíóið. Svo ætlum við að senda Pétur Jóhann með, í búning. Hann ætlar að fara að syngja fyrir einhverja búðir hérna í nágruninu og reyna að fá eitthvað nammi. Já. Ég var svona hlakka til að sjá hvernig það gengur. Fullorðið maður. Já, einmitt. Ég má ráða hvaða lög ég tek og svona. Já, en ég er búinn að kaupa hann 3 búningar sem ég ætla að sýna hérna rétt á eftir. Já. Og svo líka karaoke-keppnin hérna rétt á eftir. Já, herðan, ég ætla að henda út einni afmæliskveðju. Hún, besta vinkon minn, hún Íris á afmæli í dag. Og ég held að sé nú ekki til mikið fallegri afmælisbörn. Og í tilefni af því ætla ég að spila hérna Beautiful People með Chris Brown. Nú, átti ég ekki að syngja það. Til hamingju. Beautiful People, það er eitthvað sem við Pétur Jóhann könnumst við nafnið fallegu fólki, ekki satt Pétur? Jú, mætti halda að þetta lag hafi verið samið mig. Já, þú ert nú fallegur maður. Takk kærlega fyrir það sem leiðis, en... Það styttist hérna í Ara Eldjárn. Já. Mikið framöndan að þig okkur. Já. Nú, við ætlum eins og að fara núna hér í dagskrálið. Nú, hvað er sem að, Hvaða lið? Hvaða lið? Já. Hvaða lið varst þú að fara inn í núna þegar þú byrjar að tala? Ég ætla að fara að segja þér smá frétt hérna. Nú, hvaða dagskrálið er að fara í? Bara, ég held að við verðum að fara í hvað er klukkan? Viltu fara í hann? Er komið tíma á hvað er klukkan eða? Já. Já, er það ok, þá bara, ég meina, þessi frétt er ekki það merkileg. Herru, þá förum við hérna í dagskrálið sem að Pétur Jóhann Sigfússon sér alfarið og hann heitir Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum líður. Hvað er klukkan? Það er Fíladelfíu-söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Pétur, þetta er svolítið þinn liður. Komið þið sæl og velkomin í dagskrálinn Hvað er klukkan hér í FM 95 Blö. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og er stjórnandi þess liðar. Klukkan er akkurat að staðartíma hér á Íslandi 16:30. Ok. Búið. Hvað er liðurinn búinn? Ég meina fyrst að við hann má segja frá því svona í ganni að þegar klukkan er 12 á hádegi á Íslandi þá er hún 8 kvöld í Kína. Ok. Það er svona fróðleikur sem að fylgdi aukalega með. Þetta var dagskrárliðurinn Hvað er klukkan? Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég þakka fyrir mig í bili. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Muse þeir að hlusta hérna FM 95 Blö á FM 957. Auti og Pétur Jóhann hérna með ykkur þennan miðvikudaginn og ég ætla að spyrja Pétur, ég þekki nákvæmlega, þú lýgur ekki mikið í það. Nei, ég hef reynt að forðast það svona á efri árum. Já, þú ert ekki lýgin eðlisfari. Nei, en það er leiðindar ókostur. Já, það er það sko. Já, og það er með þess að til fólk sem að lýgur og fattar ekki einu svona að sé að ljúga. Já. Og ég hef alveg verið í kringu svoleiðis fólk. Já, sem er mjög steikt. En svona hvítlýgi hjá mér sko. Já, það er allt annað. Hvað kallar þú hvítalýgi? Bara, þú veist... Til dæmis sem þú sagði mér áðan og var rétt og komin en svo var alveg 20 mínútur í, kannski eitthvað svoleiðis. Já, til dæmis, já, einmitt. Það er svona réttlætanleg hvít lygi, sko. Já.
Það svona í lagi. Ég var rétt og kominn, þú veist, en svo bara... Kom eitthvað upp á. Þurfti ég að kaupa bensín á leiðinni sem gerði það verkum að ég var lengur heldur en ég bjóst við. Ég skilji. Díselolíu, ég á díselbíl, sko. Já. Það nú ekkert ódýrt að reka þá í dag. Nei, segðu þau. Það ekkert verið neitt kreppulíð að keyrum á díselbílum, sko. Nei, svona jeppi eins og þú ert á. Nei. Hvernig jeppi þetta á? Þetta 1999 ár gerða Nissan Terrano, kallinn minn. Nissan Terrano. Sjálfskiptur 2,7. Fjórhjóladrifin. Já, hvað veit ég. Herðu, en alltaf þá er að gera könnun hérna á svona algengustu lygunum. Ok, já, hvað var svona algengasta lygarnar, bæði á konum og karlmönnum. Já. Og já, það sem að konur eiga til með að ljúga helstum, það er hvað er að hafa sofið hjá mörgum, hvað eru gamlar og hvað eru þungar. En hins vegar eru algengustu lygarnar hjá karlmönnum, það er líka hvað er að hafa sofið hjá mörgum, hvað er þéna mikið og hvað er vinna. Þannig að þetta er svolítið, þetta virðist tengjast svolítið á kallmönnum svona tekjum og macho mennsku, veist, hvað er vinna á svona. Það er rosa erfitt að ljúga því hvað þú vinnur. Það er haldið. Það er mjög erfitt að halda því til streitu, sko. Já. Þú veist, ef þú kynnist konu eitthvað staðar og hvað er þú að vinna? Ég er nú bara viðskiptafræðingur og er að starfa núna, staðan er núna hjá PricewaterhouseCoopers. Svo bara byrjaði að vera saman og fara í bíó og hittist aftur og aftur maður og ég meina, það tekur ekkert langan tíma svona... Já, komast upp með þetta. Já, líka sko, þú þarf þá í rauninu kannski bara að ljúga að þú sett hættur. Það er mjög astnalegt að þú sett kannski hættu þar en þess að þú byrjaði að afgræða Subway. Já, þetta var bara ekki fyrir mig. Þannig að þetta PricewaterhouseCoopers, þetta með maður, ég netti þessu bara. Skelvilegu móral þarna og ég var bara ekki nennan þessu. Viltu ekki vinna við eitthvað sem þú ert mentar við? Já, nei, ég hef engan áhuga. Persónulega hendar Subway maður bara veitum, sko. Mér finnst bara skemmtilegra. Já, þetta er mjög steikt, en tekjur er kannski líka Er það ekki líka eitthvað sem er erfitt að ljúga um? Af því að þú til dæmis búin að kynnast konu og segjast vera með, ég veit ekki, hvenær best það er tal? Hvenær ertu að tala við konu og byrjar að segja henni hvað þínar? Hvað er þú með í mánaðartekjur? 1,5 milljón. Okkur býrðu þá hérna í, okkur eru við þá hérna í þessari blokk hérna í... Nei, ég ætla nú ekki að fara að rakka niður einhverja staði. Það er bara vegna þess að mér líður vel. Nei, ég meina, þú veist, það er þetta. Hvað er þetta að gera sem Terranova jeppa hérna? Terranova jeppa? Þetta heitir þetta. Þetta er Terrano. Terrano, já, hvað er að gera sem Terranova jeppa hérna? Það er fæstir, drengur. Það er þínar 1,5. Æ, bara mér líður vel á þessum bíl. Góðu bíl. Ákveður þetta ekki reynstróðir? Bara lát lágbeilana þín og En herru, ég verði samt til að opna síman aðeins fyrir þetta. Ég var að spyrja, fólk svona. Nú má endilega hringja í 511-0957. Má spyrja svona, 3-4 hlustundur. Hvað er svona algengasta lygin hjá þeim? Og aðtúa hvort það sé eitthvað til í þessu. Og ef það eru konur, hvort það sé hérna, hvort það sé aldur og þyngd eða? Ég lýg reyndar alltaf þyngd, sko. Já, ertu í því? Ég hef alltaf sagt bara, ég er ekki stærri kringu 65 kílóin. 65 kíló fullorðinn maður? Ég hef alltaf sagt það, sko. Hvað er þetta þungur? Ég held ég sé nú eitthvað rúmlega það. Rúmlega það? Ekki stærri kringu 70. 70 kíló er ekki að skamma sig. Nei, ég er 70 og eitthvað, maður ég tafli 80 og 76. Móðulega fyrir þetta hækkandi hjá þér alltaf. Auðvun Blöndal. Þú byrjar í 65 og það þarf að vera að hræra í þessu í allan dag. Nei, ég ætla að opna fyrir síman og spyrja hvort að fólk kannist eitthvað við þessar lygar, maður sjá. F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn og blessan daginn. Góðan daginn. Ert þú lygin eðlisfari? Nei, ég er ekki mikið að ljúga neitt mikið. Nei, en ef þú tekur þetta svona sama, hvað heldur að sé svona það algenga, hver er svona algengasta lygin þín svona í gegnum tíðina? Takk fyrir að vera undirbúin með þetta svar hérna fyrir okkur. Ég menna ekki ljúga neina miklu. Nei. Er einhver svona hvít lygi sem þú segir reglulega? Já, mestilega bara hvað ég eigin miklu pening, það er einna. Já, ok. Áttu lígur að kærustunni þinni? Nei. Nei, ekki slúðist, nei. Nei, þú ert ekki að ljúga henni hvað þú ert að eyða miklu. Ég reyndar, þetta er góður punktur, ég hugsa að þetta sé algengasta lygin mín. Hvað? Það eru eitthvað spurning. Kíktur þú að eitthvað að spila þetta? Já, ég kíkti aðeins, hvernig gekk? Ég er svona ágætlega. Ég hugsa að það sé að... Hvað heitir þú miklu? Já, það er algengasta lygin mín. 10. Já, menna, það er einu sem ég líka á, mestilega hvað ég eyði, það er... Já, þetta er góður punktur, ég er sammála þessu. Þetta er eitthvað sem ég er svona að leita til. Já, líka ég. Þá er maður að passa sig, ef maður lífur því, þá kannski maður fyrir bíó og maður kannski bara frikar út af því maður á ekki pening, þá fyrir maður að segja að maður ríður heim og ná í eitthvað, þú veist, kortið mitt eða þú veist, þannig. Já, það er sko líka ef að kona spyrir hérna, Pétur, til dæmis, ef þú ert á djamminu og hún kemur heim eittur miklu, þá myndir aldrei segja já eða?
En það er ekki svona algeng lígi líka, þú ert kannski búin að vera að kíkja með félagunum eitthvað. Já, segi, hafið þið ekki maður. Herðu, við ætlum að tjekka þér, takk hérlega fyrir ekki. Ok, bye. Takk fyrir. Herðu, við skulum, ég var til að heyra hérna konu hérna, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég hugsa að þegar við tala um svo lygar, það sé frekar þá fyrir svona this one night stand, ekki til að byggja upp eitthvað samband. Já, þú meinar. Já. Það sem að Pétur, já, til dæmis þannig að þú ert að reyna kannski að krækja eitthvað stelpu, þá lígur þú sett að vinna hjá PricewaterhouseCoopers. Já, nákvæmlega, svo tala aldrei við hann aftur, þannig að hún þarf ekki að koma að staði hvort þetta er að ljúga eða ekki. Þetta er góður punktur, Pétur, þannig að náðum þér aðeins. Já. En það er ekkert að byggja því, sant, eins og Pétur sagði, ef hann enda svo einhverjum öðrum stað. Já. Nei, en ég held að myndir ekki ljúga svona ef það er síðan að sjá okkur að framtíð með gælinu, sko. Það er alveg rétt hjá þér, en hvernig, hefur þú logið eitthvað? Nei, ég er ekki mikið í því. Þú ert ekki mikið í því, en þú hefur samt einhvern tímann logið einhvern tímann. Já, það er þá bara eins og fyrir hvað ég eigið miklu. Já, það er mitt, sko. En maður sé að nú var hérna, sem sagt, algengustu lygar hjá konum voru aldur og þyngd, hefur þú logið um það? Aldur, já. Já, ok, hvenær lögstu síðast um aldur? Síðustu helgi. Já, til að reyna að komast inn á eitthvað skemmtist það kannski, eða? Já. Já, ok. Sniðugt hjá þér maður, og komstu inn? Já, ég er sjálfsögðu. Það sjálfsögðu. Hvað ertu gömul? Ekki Ég er ljúga. 18. Hvað ertu 18 ára, Já. Og hvað ertu þung? Nei, ég er að tjóka. Maður spyr ekki hvern fólk að því. Ekki segja mér. Nei, ég ætla ekki að segja það. Herðu, takk aðeins fyrir þetta. Já, ekki máli. Já, ok. Herðu, þá erum við búin að fá staðfest. Hann kom með ágæti svar hérna strákurinn að, já, menn ljúga hvað er eyða miklu. Mér finnst það heldur gott hjá hann. Já. Og stelpan hérna, hún hefur logið til aldur. Svo reyndar lígumar oft svona, þú veist, ég hef alveg, þú veist, ég hef til dæmis kannski bókað mig á fund með, sko, hérna, með þjónustufulltrúanum mínum í banka, sko. Já. Þú veist, og ég hef alveg hringt og logið því bara, það er svo brjálega að gera hjá mér í dag, ég kemst ekki. Já, ég veit það. Ég þekki þessa lög. Þetta gerist í síðustu viku og bara ef hún er að hlusta, þetta var lygi. Ég var ekki að fara að gera neitt, ég nefndi bara ekki að eiga hann að funda akkurat þá. Ég held að algengast... Ég á eftir að koma, ég kem bara seinna. Já, ég held að algengast að líðin hjá mér sé líka að ég er á fundi. Til þess að það er svona, kannski hringtíma kategóri, ég er á smá fundi þarna. Já. Þá kannski bara nennir maður ekki að tala í símann eða er að gera eitthvað sem hún nennir ekki að segja frá. Þá bara hendur í góðan fund. Já. Mjög góð lígi. Herru, við ætlum að fá auglýsingar og svo er hann Ari Eldjárn hérna mættur í stúdíóið og já, þegar maður situr með Pétur Jóhannu og Ara Eldjárn í saman stúdíó þá getur ekki orðið annað en skemmtilegt. Þannig að fáum auglýsingar og svo spjöllum við Ara. Heiðar Austmann er í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Burt's Bees, vinsælasta náttúrulega húðlínan frá Bandaríkjónum, er nú loksins komin til Íslands. Í tilefni þess ætlar Burt's Bees að vera með skemmtilegan Facebook-leik þar sem þú getur unnið flotta vinninga frá Burt's Bees ásamt flugi fyrir 2 til New York. Það sem þú ert að gera til að geta unnið þessa glæsilegu vinninga er að fara inn á Facebook-síðu Burt's Bees á Íslandi, gera like við síðuna, senda okkur svo mynd af hunangsmjúkum kossi og þá ertu komin í leikinn. Vinsælustu kossarnir verða svo leystir út með glæsilegum vinningum. Fylgstu svo vel með á FM 957 því á hverjum degi ætlum við að leysa hlustendur út með flottum gjafakörfum frá Burt's Bees. FM 957 og Burt's Bees. Flugfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22,9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatell Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. En það er mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það er 20 ára aldurstakmark í ferðina. Enda brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands og FM 957. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. 1 SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Úrilla Górillan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða á 50-dagskvöldið. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Febrúar er
Fjölskyldumánuður á American Style. Dalvar og yngri bara fríst í febrúar. American Style. Mið-Ísland á stóra sviðinu. Grínhópurinn Mið-Ísland hefur slegið í gegn með 2 klukkustunda skotheldri hlátur taugadagskrá í Þjóðleikhúsinu. Það hefur verið selt upp í rjáfur á fyrri kvöldum. Ég heiti Ari Eldjárn og er uppistandshóttinn Mið-Ísland. Aukasýningar á föstudaginn. Tryggðu sæti. Miðasala á leikhúsið.is. PlayStation Vita. Engar málamiðlanir. Alvöru spilun. PlayStation Vita er komin í verslanir. Sena. Sky Agency í samstarfi við Börn og Dominos kynna. Eitt stærsta plötusnúð allra tíma. Tiesto í Vodafone-höllinni þann 10. mars. Ekki missa af þessum magnaða viðburði. Miðasala í gangi á miði.is. Tiesto. Tottenham var Sputnik-liðið síðast. Hvað gerist núna? Enski boltinn er á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Syngur Lady Gaga hér í FM 95 Blö og til okkar Pétur sem kom inn góðu gestur. Hann heitir Ari Eldjárn og er einn fyndnasti maður landsins. Ari, verður velkominn. Já, þakka þér. Velkomin. Það er ekki á hverjum degi sem við sitjum með Ara Eldjárn og Pétur Jón Sigfússon beintur fram að sig. Það er ekki á hverjum degi sem við sitjum með þig og beint á móti okkur aldur. Það er þegi og ert ruglaðið maður. Þú ert ógeðslega sætur. Hver er trúa því? En það er smá pressa núna, ég finna bara. Alltaf þegar maður heyrir raddir í útvarpi, þá reynir maður átt að segja á því hvernig fólki lítur út. Yfirleitt eru vonbrigði með það. Fólki í útvarpi er yfirleitt svona ekkert fallegir. En þú ert miklu myndalegri í útvarpi. Já, þú ert alveg. Það er kjaftaði eitthvað að fallegum maður. Takk fyrir það, Pétur. En sko, ef ég sæti í bíl núna... Þetta er ekki sammála þessu? Jú, ég var að tala um þig, reyndar. Já, takk fyrir það. Þú ert nú líka mjög fallegur, Pétur. Ari, þú ert myndalegur líka. Það er mjög myndalegt stúdíó hérna. En ef ég var að keyra í bíl núna á leiðinni heim til minn vinnunni og myndi að heyra, jæja, herðu, hvað er að gerast í FM 95 Blöð núna? Já, herðu, Pétur Jón Sigfússon og Ari Eldjárn í hjánum. Þá myndi ég búast við því að ég myndi hlæja á leiðinni heim. Já. Setur það ekki smá Já, ég hef ofta að gráta á leiðinni heim eftir þetta, veitu. Það er alltaf svo gaman þegar það er sett svona pressa á maður. Já, þetta er mega pressaði maður. Vertu fyndin. Ég? Nei, þú veist bara þegar þú ert beina bara herri, kemur ekki til okkur eftir og reynda að vera svolítið fyndin. Já, það er vesen. En ég er samt með smá draumina sem ég myndist nú á hann sem að, sko, ég elska eftirhermur og hef alltaf gert og ég geti óskað þess að ég væri góð eftirherma. En svo er ekki. Og sem betur fer, held ég bara fyrir vini mína er ég ekki góð eftirherma því ég væri þá bara alltaf í því. Og það er kannski ástæðan fyrir að ég er ekki með fullt þjóðleikhús, heldur sitt ég bara hérna fyrir aftan mikrofónin í FM 957. Já, það er bara 50.000 manns að hlusta þig núna. Auðvitað þú. Þannig að ég var að spæða því að Pétur Jóhann, þú ert hrikalega góður sem Jón Ásæll. Það er eina eftirherman sem... Er þetta eina eftirhermaðin? Ég held það. Áttu ekki fleiri? Nei. Nei, ok, en þú gerir hana vel. Ég man allavega ekki í svipinn. Ari, mannstu eitthvað? Nei, ég eins að vita að Öddi er ógeðslega góður að leika Steinda og nokkuð góður að leika Kalla Berntsen líka. Men, sko, ok, Ari, þú ert náttúrulega sérfræðingur þegar að kemur... Tala eins meir það. Það sé ég ekki. Gerðu eitthvað fyndið. Ég er ekki eftir. Gerðu þú að maður heyra það? Nei, herðu, býtu. Þú ert að skemma leik. Manstu eftir leirnum? Ég leir í höndunum á þér. Alveg rétt. Og hérna, og þú ert hellinga eftirhermi, Mari. En svona mínu uppáhalds er Bubbi. Og mér langaði að topla ykkur ef að Pétur Jón, ef þú tekur Jón Ásæll og Bubbi mæti til hans, Ari Eldjárn. Og Jón Ásæll er að ræða við Bubba af hverju að Bubbi er hættur á Facebook. Ertu til í það, Ari? Af hverju er hann hættur á Facebook? Já. Er það? Sást ekki þá í yfirlýsingu í dag? Jú, hann er hættur aftur. Já, þú er alveg hættur það. Já, heyrðu það, við finnum eitthvað út af því. Ok, maður sjá, þá er þetta hérna Jón Ásæll og Bubbi Mortens. Maður ykkur. Já, ég þarf að koma mér aðeins síðan, sko, það eru hérna, þetta er viða pottur brotin Ásbjörn og það hefur verið flogið ansi hátt þetta stóra Facebook-málið, svo við förum ekki dýpra í það. Af hverju hættur þú á Facebook? Já, sko, ég er þannig að ef ég segi eitthvað, þá hlusta margir og ég er að segja þetta bara við vini mína á Facebook og segja eitthvað að það þarf að laga þetta. Þessu er bara slegið upp sem frétta í neftir og ég bara fekk leið á því.
Þannig að þetta hefur ekkert með trúmálin að gera, Bubbi. Ha? Þetta hefur ekkert með trúmálin, þú trúaður maður, eða ekki? Jú, ég trúi á liti. Ég trúi á liti í fólki. Þú ert með bjartan lit og ég trúi á nærveru og það góða og ég trúi bara á mjög margt. Já. Þannig að það er það sem heldur þér á jörðinni, Bubbi, er það ekki trúmálin? Jú, bara hógværðin. Já. Maður er bara pínulítill kall mitt á milli þess sem maður er risastór í einhuga og maður reynir bara horfast í augu við það hverjum degi. Já, og svo kemur þú hérna reglulega á ægisíðun að fleita kettlingar. Hver er sagan á bakvið það? Það var gamall kall sem hét Siggi Jonna. Og hann kendi mér að fleita kettlingar og ég safnaði eldsbítum fyrir hann og fleira og þetta var svona skrítinn kall karakter og rosalega mikið í hans bunnið og rosalega myndalegur þegar hann var yngri. Hann kendi mér þetta að fleita kettlingar en ég hélt alltaf að þetta héti bara sko að fleita eldingar. Ég misskildi það og ég ger alltaf svona BOOM hljóð þegar ég gerði það sko og geri það ennþá út á ægisíðunni. Komiði sæl og blessuð eins og við segjum. Við kveðjum Bubba Mortens, þar sem honum líður vel, fleitandi kettlingar á ægisíðunni og segjum þetta gott í bíli. Þetta hafði ég gafna, þetta var mjög stórkostlegt. Viljið þið meira? Nei. Ég hefði getað ángríns. Ég vissi ekkert hvað ég átt að segja. Nei, ég geti hlusta okkur í allan dag í þessum karakterum. Ég er ekki alveg æfingu, það er svolítið langt síðan ég... Tekið Bubba? Já. Ég líka hitt hann á þann, sko. Nó, hvað? Já, bara hérna rétt á hann fram á ganginum, sko. Eru þið að hanga saman? Já, við erum vinir, sko, þannig að þetta er orðið svolítið svona, það er svolítið erfitt að leika þegar maður er nýbúinn að hitta hann, sko. Já, Bubbi segir líka, sko, að, veist, eins og hann segir við þig, sko, hann er vinur minn, hann má þetta. Já. Það mega ekkert allir stríða Bubba. Nei, það er mjög hættulegt. Já, ég myndi ekki, Bubbi, hvað er Bubbi hann gamall? Hann getur lamið flesta ennþá það ekki. Er hann ekki alveg nauttraustur ennþá strákurinn? Já, hann er 56 ára og sér ekki högg á vatni, en hann var, þegar ég kynntist honum fyrst, sko, þá var ég ekkert viss hvort hann væri ánægður með þetta ekki, sko. Og hann svona, ég er búinn að heyra í þér, svo kom ekkert meir. Já, þetta er alveg ótrúlegt. En nú bara kemur þú bara með mér þegar ég er að syngja og þú bara verður mér. Já, það er mjög uppistand líka. Nei, þú talar, ég syng. Þú nær í vatnið og tala vel hljómaninn og ég hvíli röddinn á meðan og þá hugsaði bara yes, ég er orðinn þjónninn hans Bubba. Já, það er, Bubbi líka þannig maður að þú veist ekki hvort hann sé að grínast eða ekki, þá, hafi ekki lent í þér að tala við ykkur og ekki endilega bara Bubba, það er kannski svolítið sterkt með Bubba, þú ert að tala við mann, þú veist ekki hvort hann sé að grínast eða ekki, en þú veist ekki hvernig átt að haga þér, þannig þú þorir ekki öðrun að bara svona, eitthvað svona, og svo spila með. Já. Og svo bara, akkur þetta hlæja. Já. Ég er að grínast í þér. Einmitt, já. Já, takk Bubbi, takk. Þú ert með, Ari, sko, miklu fleiri. Er það ekki? Jú, en það er kannski ekki alveg eins. Þetta er svona, Bubbi er uppáhaldsröddin mín. Hann er uppáhaldið þitt? Já, ég bara fara í hann. Svo mikill aðdáandi. Ég veit svo mikið listan og svo búin að halda upp á hann svo lengi, sko. En hvenær byrjar að fatta að þú gæti tekið Bubba? Ég held að það vera á Benidorm árið 2000. Í góðu djammi með félagunum. Já, með einhverjum gæjum sem ég þekkt ekki, sko. Og eitt var rosa Bubba fan og ég var eitthvað að leika hann og var eitthvað að tala einhverja texta og eitthvað. Svo segir hann bara, Bubbi er bara snillingur og skal ekki vera að gera lít úr því. Og ég sagði, nei, þú var alveg að mér. Ég fór alveg í rusl. Yfir þessu? Já, fór eitthvað að útskýra. Nei, þetta er svona virðingavottur. Já, ok, ég bara... Þetta var sleppur. Já, ég held ég hef ekki gert þetta í 5 ár eftir það, þessi maður var svo reiður. Svo lifur á þessu í dag. Já, á einhverju leyti. En heyrurðu raddir, til dæmis þú ert að hlusta okkur, heyrurðu það bara ok, ég get náð þessum? Nei. Sko, Sóli Hólm er hins vegar sko bara atvinnu eftir Hermann. Já. Hann bara segir, ertu bara að heyra í þessum, hann er með magna rödd og þá segir hann alltaf, ég er að vinna í honum. Þá er hann heima og er bara svona, tekur hann einhverju æfingar fyrir fram að spila með la, býtu nú við, það er barkinn hérna og... Það er með magna. En þetta er aðalega einhverjir svona 50 kallar sem ég hermi eftir, sko. Hrafn Gunnlaugs. Já. Þú náður honum einhvern tímann þar sem ég var.
Já, það villsýmur? Já, kannski, hann er svona einhvern veginn bara þetta er bara, sko, spurningin alltaf bara með, sko, að vera bara með budget á, það er alltaf einhverju amatörar, sko. Alltaf einhverju amatörar. Ég hermi aðal eftir fólki sem er ekkert frægt og nota það ekkert á sviði eins og Siggi Freyr sem vann með mér, sem fólk veit hver er í auglýsingabransanum og hann er svona maður sem slettir ensku og það er uppáhalds eftir herma mín, prívat. Það er bara gæi sem segir bara þetta verðum bara að taka þetta í gegn, sko. Þetta verður bara að fara að setja bara champagne production on a beer budget, Hann slettir svona hlutum sem enginn þekkir. Það er eins og Haffi Haf, hann er svolítið í því. Maður veit aldrei hvort hann ætlar að tala ensku eða íslensku. Já, þú nær því líka. Haffi Haf. Hann fer alltaf yfir í ensku. Já, sem er samt alveg ótrúlegt því hann virðist tala kunni íslensku. Já, hann kann alveg íslensku. Já. En þetta er bara svona hans slang. Já, ég held honum finnist þetta bara svolítið cool. Mér finnst þetta aldrei svona erlendis og... Já, það gerir hann sem dýrar listamann fyrir ekki. Það er ekki spurning. Stækkar hann, sko. En nú er þeir að fara á sviðið einu svona enn, eða ekki? Með Ísland, jú. Já. Við fáum að fara á stóra sviðið Þjóðleikhússins. Þið eru að detta bara í ladda, þetta átt að vera einhverja 2 sýningar? Já, með Ísland, 60. Við erum bara með alla karakterana, Magnús og Eyjólf. Nei, við fengum fyrir 2 vikum að vera á stóra sviðinu og það gekk rosa vel og fengum síðan bara aftur fyrir viku og núna í 3. og seinasta skipti allan í bili fáum við og það eru bara 2 sýningar back to back, 8 og 11 næsta föstudag. Næsta föstudag? Já, þetta er alveg. Er verið að selja á þetta bara á miði.is? Já, leikhúsið.is líka, bara Þjóðleikhúsið og miði.is held ég líka. Og og þeir eru allir? Þú, Dóri Díana, ég, Dóri Díana, Bergur Ebbi og Jóhann Alfreð og Björn Bragi sem er ótrúlegur. Sem tengir þetta allt saman. Já, hann er kynnirinn. Hann er kynnirinn, sko, hann tekur líka innkomu í hvert einasta skipti og hann er alveg svakalega góður og svo er Anna Svava með okkur líka. Já, hún er snill líka. Já, hún algjörlega reif þetta upp fyrir 2 vikum. Það voru sumir sem sögðu svona, þið voru fínir. Já. Stelpan var best. Hún er verið nokkuð sem með nefnir, hún er hrikalega fyndin núna. Já, hún er það, sko. Og hún má segja alls konar hluti sem ég gæti ekkert sagt. Já. Nú, stelpur eiga meira. Já, bara hún er bara svo viðkunnuleg og yndisleg einhvern veginn á sviði. Já. Og hún getur sagt svo ljóta hluti svo fallega, sko. Það er ótrúlegur hæfileiki. Það er, ég er reyndar, mér finnst bara kvenfólk einhvern veginn meira. Já, í stand-upi kannski? Já, mér sýnst það svona, það er kannski vill sem mér. Ég ætla að ræða þetta við Ari eftir smástund af hverju komst seint í þetta viðtal. Ég ætla að fá hins vegar 1 lag hérna milli sem heitir Who's Laughing Now með Jessie J. Og ég held að það er vel við, Who's Laughing Now. Syngur Jessie J hérna á FM 957. Lag sem á vel við þegar mótið með sitja 250 menn Íslands, Pétur Jón Sigfússon og Ari Eldjárn og Ari hérna svona rétt árið sleppur. Það langaði mig að ræða við þig, þú gast ekki komið klukkan 4:30. Þú þurftur að koma 6 mínútur yfir 4:30. Já. Og af hverju var það? Það var út af því að ég sá hérna álitlegan grip á eBay. Þú varst að bíða eftir eitthvað boð á eBay? Já, ég var að bjóða í hann og þetta er nú bara í annað skipti sem ég prófa þetta, að bjóða í eitthvað á eBay og þetta er svo spennandi, maður þarf að vera þarna á seinustu sekúndunni, sko. Er það þannig? Ég ætla að spyrja, hvernig virkar þetta? Hvað varst að kaupa þér? Ég var að kaupa mér klippigræju til að klippa kvikmyndafilmur. Já, ok, skemmtilegt, það var eins gott og beðist. Já, eins gott. Bara svektur að hafa ekki náðu sér sjálfur. Já, þetta fór á heilar 3 evrur. Já, alveg þetta? 3 evrur? Já, það hefur verið 1 þjóðveri hérna einhver staðar sem hefur verið að bjóða á móti mér, hann bauð 2, ég bauð 3. Já, hann hefur ekki tímt að fara að herra. Nei, ég yfirbauð hann. Það er best að svo lendir í, þú ert að bjóða, yfirbjóða, það er að lendi í þjóðvera, þeir eru svona í nískari kantinum. Já, og þetta var sko þýska eBay, þannig að það var alltaf á þýsku. En hvernig fannst þetta inn á þýsku? Hvað er þetta að gera inn á þýsku eBay? Ég var bara að leita að svona græju, sko. Þetta er til og þetta er bara úreld græja sem er ekki til lengur og klippir svona, þetta er núna að gera tölvutar bara, en þetta er bara klippari sem klippir filmu og límir hana. Og mér vantaði þetta og þetta er til á bandaríska eBay og þar fer þetta, þar eru svona einhverju gæjar að selja þetta á háar upphæður og að tala svona sín á milli. This is a really good machine, yeah, I did that for $50. En ég fann þetta á þýska eBay og þetta var eitthvað illa merkt, þannig að það bauð bara einn annar í þetta. Ok, þetta er snöð. Hvað var hitt sem þú keftir á eBay? Fyrst þetta var önnur
Það var sýningavél fyrir svona filmur, sko. Ég þess að hef gaman af svona úreldum formum, sko. Hvað er þetta gamalt tæki? Þetta 30 ára gömul græja og... Og hvað er það að fara að gera þetta? Bara upp á punt eitthvað? Já, sko, þegar maður að skoða kvikmyndafilmur, það eru sumir sem safna þeim, sko. Páll Óskar á held í stærsta safnið á Íslandi af kvikmyndafilmum, svona litlum... 8 millimetra, sko. Hann á alveg heilu bíómyndirnar í fullri lengd og rosa flottar hryllingsmyndir og þetta er bara svona eins og Quentin Tarantino. Ég veit hvað það ætlar að gera. Þetta er bara svona ákvæm. Fá þetta allt lána hjá honum og klippa þetta allt niður. Já. Þannig að þegar hann færi þetta tilbaka var þetta allt í bútum og... Ég er að taka á svona. Ég á gamla myndavél og það er hægt að kaupa þessar filmur. Þetta eru bara gömlu þögglu kvikmyndirnar. Og þetta er svo, mér finnst bara eitthvað svo heillandi við þetta því að vídeospóla eða minniskort, þú getur tekið 20 klukkutíma í blastandi gæðum, en þetta eru 2 mínútur í rosalega litlum gæðum með engu hljóði og kostar ógeðslega mikið pening og mér finnst það betra. Já, sko, það nýta tíman. Já, og er ekkert að taka aftur upp. Það er bara, ef þú klúrar, þá er það bara þannig. Hefur þú verslega eitthvað eBay, Pétur? Nei, ég er bara dáðist þessu. Já, ég líka, þetta er eitthvað sem ég á alveg inni. Já, ég þekki mann sem að kaupa sér föt á eBay. Það er sennilega eins mikið wildcard því hann svona skoðar ljósmyndir og bara, já, ég geti passað í þetta. Svo býður hann og yfirbýður, fær svo jakkan og svo passaðir ekki á hann. Datti leikari hérna, hann kefti sér einhvern svaðan leðujakka, Dolce & Gabbana leðujakka á eBay. Já, svo passaði hann ekki og gaf bróðu sér. Já, hann var líka merktur í bak og fyrir. Með stórum stöðum á bakinu. D&G. Það var hrikalegu jakki. En hvernig er kvöldi hér Ari? Þú ert hvert á leiðin til Keflavíkur? Já, ég er að fara að kynna söngvakeppni hjá, held ég, FS. Ok. Já, hérna hér. Já, gaman að því. Já, þetta er bara kvöld og helga að vinna. Koma og sprella og segja brandara. Og svo ætlum ég að fara til Akureyrar á morgun og vera í Hofi með one man show. Já. Rúman klukkutíma. Já. Vona að það gangi vel í norðanmennina. Já, nóg að gera á kallinum. Býtu, á morgunum 50 dagar og verður þú komin til Reykjavíkur aftur á föstudaginn? Já. Ég er að fara á Akureyri á laugardaginn. Já, akkurat. Ég og Steini Guðmunds. Já, þú ert á græna hattinum. Græna hattinum, jú. Býtu, hvað er aftur við það? Ég bara veit það ekki. Ég hef aldrei komið inn á græna hattin. Það er skömm að segja það. Það er frábær staður. Er það? Já, rosalega flottur. Akureyri er ekki að kunna þetta, sko. Það virkið það. Mér finnst alltaf gaman að koma til Akureyri. Þetta er bara barir, það ekki? Þetta er svona virkilega flottur tónleikastaður. Ég sá Hjálma spila þarna einu sinni og það var troðfullt og alveg Akureyringar taka virkilega myndarlega á þessum tónlistar og uppákomu málum, sko. Já. Þá heyrið það, Akureyringar, að það er á leiðinu til ykkar mikli snillingar og hvet ykkur til að kíkja á það. Ari, gangi þér vel bæði í kvöld og morgun og föstudaginn. Og í lífinu. Nóg að gera hjá kallum, já, og í lífinu. Það er svona fyrir öllu. Já, sömulegis. Ekki gleyma að huga lífunar í allir þessar velgengniðinni og öllum þessu skemmtunum. Því að það er það sem að skiptir mestu máli. Fáum auglýsingar. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Heyrnartól frá Plantronics fyrir GSM, síma og skrifstofuna. 20% afsláttur. Nýherji og netverslun.is. PlayStation Vita. Engar málamiðlanir. Alvöru spilun. PlayStation Vita er komin í verslanir. Þrena. Árni Ísaksson og Gunnar Nelson eru ekki bara bestu bardagamenn Íslands, heldur einnig fremstir á sínu sviði í heiminum. Nú mæta þeir í hringinn í stærstu bardögum kvöldsins. Árni Ísaksson og Gunnar Nelson í beinni frá Dublin, laugardag klukkan 21:30. Smelltu þér á áskrift inn á stöð2.is. Stöð2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm 95 Blöð með ykkur hérna á FM 957. Ari Eldjárn farinn, þökkum honum kella fyrir komuna. Já, reyndislegt að fá hann. Já, skemmtilegu drengur þarna á ferð. En það er hins vegar komið að vikulegum dagskrárlið hjá okkur Pétri. Já. Og það er karaoke keppnin okkar. Já. Svo ætlum við að senda þig búður eftir þig ekki að syngja með grímunnar. Já, það er algjörlega á þinni konu. Já, ég er leir í höndunum á þér. Já, ég er alltaf búin að kaupa 3 grímur. Já. Og enn eins og ég segi, það ætlum að byrja hérna á karaoke keppninni. Og þetta er dagskrárlið sem er alla miðvikudag hjá okkur Pésa. Þar sem að við, veljum okkur lag og þurfum að búa til okkar íslenska texta við lagið. Ok. Og ég að byrja það? Viltu byrja það? Mér er alveg sama í rauninni, sko. Já, málið er,
Ég ætla að syngja lag sem að reynir ekki of mikið á röddina núna. Ég byrja eiginlega alltaf, sko. Ok, ég skal alveg byrja. Viltu að ég byrja? Þú mátt ráða, Pétur. Þú ert gestur hérna og þú hvort viltu vera á undan eða ekki. Ég er að velja hvort lagið ég á að gera tilbúið. Ég er bara leiður í höndunum. Já, þá viltu byrja? Takk. Ok, ég ætla að þú byrjar. Já, takk. Herðu, hvað heitir lagið áður en þú íslenska er það? Já, býtu. Ég þarf að fara hérna í... Ég þarf að finna það hérna. Það heitir What a Feeling. What a Feeling. Herðu, ok, ég er búinn að finna þetta í tölvunni. What a Feeling. Já, þetta gamla góða. Herðu, ert þú tilbúinn og ég bara ít á play eða? Já. Ertu ready? Ég er tilbúinn. Gott er stöðningar. Ég er komin í stöðningar. Herðu, þá er það Pétur Jón Sigfússon í karaoke-keppninni og eins og þið vitir hlustundur þá er það svo undir ykkur komið hver vinnur. Þeir hringið á eftir þegar báður eru búin að syngja í 511-0957. En byrjum hérna á Peter Johan. Já. Stórkostlegt maður. Herðu, þetta, ég rættum að fara að bresta það í lókinu. Ég heyri það. Það er komið. Vá maður, þetta verður erfitt að toppa og skemmtilegt þegar þú tengir þetta við daginn í dag og svona. Öskudagurinn. Já, sniðugt þér. Mjög sniðugt þér. Herðu, mitt dag er svona, það er öllu rólegra. Ok. Og, já, það er svona... Já, þú ættir að vera ánægð með það held ég sko. Ég hef alltaf verið mjög ánægð með þau lög sem að Já, en sko, þú ættir að heyra núna þegar ég byrja að syngja af hverju og þú ættir að vera ánægð með það. Herðu, fólk á ekkert að syngja núna, það er ekki búið að heyra bæði lögin. Nei, ok. Herðu. Við höfum eftir að heyra þetta lagið hans þetta sko. Já, maður sjá, ég ætla að íta hérna á play og eins og ég segi Pétur, teka maður sem. Ok. Lagið mitt fjallar mann sem að labba inn í líf mitt fyrir 10 árum síðan og heitir Pétur Jóhann. Ég var búin að syngja svo fannst, ég hætti við. Já, bara fann að syngja, bara byggðum atkvæði í læginu. Nei, að ég fór allt til að fatta bara hérna. Ég sé bara falskur hér bara á rödd og sál. Nei, sko málið ég var að fatta, ég var búin að hrósa þið svo rosalega. En svo myndi ég þetta í keppni. En vá, þetta var fallegt lag maður. Já, þetta var sérstaklega sungið fyrir þig. Ég tárum næst hér. Tárum næst, segir Pétur, en það eru hins vegar hlustendur sem velja. Já, ekki til orð. Þetta voru 2 góð lög í dag, eða ekki? 2 góð lög í dag. Eitt lag var sungið mig og til mín, frá þér. En mitt lag var að fjalla öskudaginn og... Já, ég þurfti eitthvað svona rólegt lag út á röddinni. Við viljum að, hlustendur velja, það er fyrstur upp í 5 og FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Halló. Hann skellt á, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, halló. Góðan daginn. Hvað segir kallinn? Allt í hérna bara. Hvað er verið að sýsla? Bara spila í töluleiki bara. Nú, eru ekkert verið að fara út í bæ að syngja og sníkja nammi? Nei, ekki alveg. Bara að chilla í tölvunni? Fer bara í búð og kaupið þið nammi, maður? Maður er bara að spila hérna Black Ops í PlayStation 3 bara. Nú, hvernig gengur? Illa að tapa. Já, það er klúður. En hlustaðir á karaoke-keppnina? Já. Og hvernig ætlar að velja? Hvernig að velja? Ég verð að segja Pétur. Ok, ég ánægði með þig maður. Ég ætlar ég ánægði með þig. Þú ert pirraður það veitt ef þetta var bara svona hann söngaði Pétur smá. Já, ég er ekkert pirraður eftir fyrsta atkvæði en ef þetta heldur svona áfram þá geta það eins fara að kikka inn hérna smá pinningur. En við þökkum að kjalla fyrir þetta atkvæði og halda áfram í tölvunni, fullorðið maður, skemmtu þér. Takk fyrir. Segjum þetta bara gott og ég sé hvað er hér. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú, sko ég segja? Ég er bara góð, sko. Hvað er verið að sýsla? Ég er að keyra í skólan. Þú ert að keyra í skóla? Já, og veist að klukkan er, þú veist, hún er að vera 6? Já, ég veit það. Má hann fara að læra, seint á kvöldi. Já, heimaðarskóla, já, ok. Hvað ertu? Ég er á Laugarvatni. Nú, hvað er þú? Hvað er að læra? Málabraut, já. Herðu, hver fær þitt atkvæði? Það er Pétur. Vá, maður, ég er komið með 2 stig. Hvað heitir þú? Árný? Já. Takk innilega, Árný. Já, Takk fyrir ekkert, Árný. Ok, bye. Það eru 2-0, þá mér byrja að líða pínu illa. 2-0 undir, það er alltaf óþægilegt, sko. Heyrðu, þú bara... Sko, ef ég vinn í dag, þá er ég búin að jafna þig 3-3, þú veist það. Já, ok. FM 95 blöð, góðan daginn. Já. Góðan daginn. Hvað segirðu? Allt fínt bara. Ertu á leiðinni í skólan? Í skólan? Nei, ég er á leiðinni heim í vetrafrí. Já, ok. Nei, ég er í vetrafrí, frá hverju? Frá hverju? Bara, ég er í Vamma. Já, frábært maður. Já, það er bara, ég óskar innilega til hamingju með það að vera á leiðinni í vetrafrí. En hver var þitt atkvæði í dag? Klárlega Pétur. Klárlega Pétur, yes! Hvað er að gerast hérna? Hvað heitir þú? Arnar. Arnar, takk innilega fyrir þetta! Það var lítið. Skemmt illa í vetrafríinu.
Nei, ég veit að ég er bara að verða pínu tapsar hérna. Þú voru aðeins áttaði því þegar þú sagðir að Pétur var í falskur. Þú varst eiginlega ekkert betri sjálf. Ég veit, ég er eitt svo allra lélegasti söngvar og trúðu mér. Það er rétt hjá honum, Annar! Veit að manna best. Takk hjá þetta, Önur. Ok. Herru, ég minni fólk á að ég er að fara að gefa bíómiða hérna á eftir á myndina Woman in Black og það er aldrei að vita að bara hendi nokkra hérna. Ég er hérna líka að gefa bíómið. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur það? Bara fín. Hvert ertu að fara? Hvað ertu að gera, mann? Við bara erum að leiðin inn og ákveðum að bíða og hringja. Ok. Ég ætla að vona að það hefði verið þess virði. Já, það er þess virði. Ok. Hvaða lag fannst þið betra? Það var bara frálega Pétur. Jesus. Herru, já, þakkaði kærlega fyrir það. Ég er mjög ánægður að heyra það. Hvað heitir þú? Ég heiti bara Kalli. Þetta má ekki, það er 4-0 maður. Ég þarf að fara hérna að tekka hans betra á þessu. Ok, takk fyrir þetta, Kalli. Takk. Ok, bæm, herri, já, hlustundur, ég minni á að ég er með miða hérna á Woman in Black minnandi sýningu á föstudaginn Ég er þetta með honum, sem þýðir að ég líka gefa þess að miða. Ég geti actually ekki miða hérna í bíó og já, það er komið á næsta hlustanda. Ferry búning. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur það? Ég er bara helvíti gott inni. Já, hressið maður. Hvað heitir þú? Ég heiti Höskuldur. Höskuldur? Já. Hver fær þitt atkvæðin? Ég verða að standa með auðvun. Hjúkkett, Höskuldur, þú ert að bjarga á mér andlitinu. 5-0 hefði verið martröð, ég hef fengið að heyra það frá Pétur í allt kvöld, sko. Þú veist ekki hvað þetta að gera þarna, drengur. Höskuldur! Við vildum bara ljóta af ykkur hinnum ef maður að kjósa þarna. Já, en Höskuldur, ég ætla bara samt að segja þér, þú mátt breyta, sko. Það er alveg í lagi ef að þú svona sérð eftir því að hafa gert þetta og sett þetta atkvæði á þetta. Þetta má ekki, Pétur. Nú, má þetta ekki? Nei. Það er að mannin til að skipta skoðun. Nei, ég veit ekki, er öll bræður leiðilega? Nei, ég ætla ekki að skipta skoðun hvað sem er. Sjálfsög gerir það ekki, Höskuldur. Þú stendur og fellur með þínu. Takk hjálpa fyrir þetta, meistari. Guð geymiði vinnu minn. Guð, bara gakt á Guðsögum. Já, ég meina, ég skil þetta alveg. Þetta bara Höskuldur bara stendur fastur á sínu. Já, 4-1, ég er komin inn í þetta ef ég fæ þetta. Þú ert komin inn í þetta. FM 95 Blöð, góðan daginn. Ég kýrst Pétur. Ég er búin að vinna þetta aðeins! Ég fekk 1 piti atkvæði. Hvað heitir þú? Solveig. Var hans miklu betra eða? Já. Já, vá. Já, það var ekki spurning. Solveig, minn okkar nota tækifæri og þakka þér innilega fyrir þitt atkvæði. Já, ekki máli. Það skipti mig alveg gríðarlega miklu máli. Takk hjálpa fyrir þetta, Solveig. Já, bye. Ok, bye. Maður sjá hérna, ég ætla aðeins að tjekka. Maður sjá, hvað hefðu þú kosið? Blöðdal. Anna þekki, takk aðeins það. Ok, ekkert mál. Ég tapaði 5-1 og Pétur Jóskættur hamingju en ég verði endur að viðkynna eitt að þú varst með flottara lag. Ég fílaði þitt mun betur. Ég ábyrjar að svona aðeins rugga mig með því og tengdurinn öskudaginn og já, þú áttur hennan sigurskilin. Þú hefðir átt hann skilið líka? Næ, hættu þessu, Pétur. Nei, alveg? Næ, hættu þessu. Hvað meinar þú? Ég vill ekki eitthvað svona pitti. Þetta er ekki pitti. Þetta er bara dýfstór út á hjarta mís. Herði, ég var að fara að máta grímubúninga og henda þér út í söng. Já, ég meina, ég er sigurvegari. Fyrst þú ert svona góður að syngja. Herðu, við viljum að fá auglýsingar og svo förum við Pétur Jóhann á stjá og við viljum að láta hann syngja fyrir einhverja búðir. Hver er munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökurdagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Ringdu núna í síma 5777000. Ritso pizza, Grensásvegi, Bæjarlind og Árbæ. Viðgerðarþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Glerártorgi Akureyri. Subway. 20 staðir á Íslandi. Við eigum okkur sjálf. Atlandsolía. Lengi lifi samkeppni. Nýtt frá hraðpinningum. 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þeirri. Hraðpinningar.is. Veldu þér þína upphæð. Viltu sjá leikinn í dag? Nú færðu viku áskrift að Stöð 2 Sport eða Stöð 2 Sport 2 hjá 10.11. 10.11, alltaf opið. Í dag er magnaður miðvikudagur og þá færðu 50% meiri inneign þegar þú fyllir á frelsið á símin.is. Magnaður miðvikudagar með símanum. Ókeypis nammi fylgir öllum barnamáltíðum í dag.
Öskudag, heyrið það bönn? Hamborgarafabrikan 575755. Fabrikan@fabrikan.is. Vissir þú að áskriftin alltaf ódýrust inn á stöð2.is og þú ert alltaf númer 1 í röðinni. Smelltu þér núna inn á stöð2.is. Iceland Express býður fjölda flugsæta á frábæru tilboðsverði frá 11.900 til Köpen og frá 13.900 til Berlínar og Varsjár. Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Tilboðinu lýkur á miðnætti í kvöld. Bókaðu núna á icelandexpress.is. Sky Agency í samstarfi við Börn og Dominos kynna eitt stærsta plötusnúð allra tíma. Tiesto í Vodafone-höllinni þann 10. mars. Tryggðu miða strax á miði.is. Manchester City að verða eitt dýrasta lið knattspyrnusögunnar. Þeir hljóta að vinna alla leiki, eða hvað? Enski boltinn á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Með Gym Class Heroes hérna í FM 95 Blöð. Það öskudagur eins og flestir hlustendur okkar vita og við erum búin að senda Pétur Jóhann Sigfússon á stjá og hann ætlar að fara að syngja og reyna að fá sér eitthvað nammi. Ég senda hann með 3 grímur og þið getið séð verstu grímuna inn á Twitterunum hjá mér inn á ÖTB. Þar hann með Batman grímu sem ég held án grín sé versta gríma sem ég séð og þetta svona gríma sem að pabbiðin kaupir handa þér þegar allt annað búið í búðinni. Ég held hann að kosta 600 kall og eins og ég segi þá getið séð hann inn á Twitterunum hjá mér en ég ætla núna að syngja Pétur og hann reynda með fleiri grímur, hann líka með Shrek og fleiri svona grímur þannig að fólk þekkja hann ekki og ringjum hérna í strákin. Ég ætla svona aðtúa hvort að fullorðinn maður ná að betla eitthvað nammi með söng. Hann reynda söng svo vel í karaoke-keppninni en hann lítur nú að fá eitthvað smá nammi. FM? Peter Johan? Nei, blessaður, hvað segirðu? Ég góður en þú? Já, svona líka feiki góður maður. Fíla, hvað kallinn statur? Nú kallinn komin í Mekka og nafla alheimsins. Ok, það skipholtið. Skipholtið nefnilega svona þú veist, vannmetin verslunargata. Já, sammála því. Ertu ekki sammála því? Jú. Já. Og verðurðu varðið mikið af börnum? Nei. Nei, það ekki mikið af börnum að syngja þannig kringu þið? Nei. Nei, ok, en það klukkan að vera 6 og sem, þannig að þú ættu nú að hafa búðuna fyrir þig. Já. Herðu, ertu komið fyrir utan eitthvað búð? Já, það apótek, það pítan. Já, viltu ekki henda þér bara í apótekið? Það tók hvort það er eitthvað þar handa þér? Já, það er ekki, það séu með nammi. Já, það er allavega til nammi í apótekum. Vestafalli fyrir það bara einhvern hálsbrjóðsykkur eða eitthvað? Já. En hvaða grím ætlar að byrja með? Ætlar að henda það Shrek eða Batman eða hvað ætlar að gera? Þú ræður, ég er leir í höndunum að þér. Ok, hendu Shrek á þig, mjög óþekkjanlegu með hana. Ok, og ég sleppa því þá að ég klúðraði, ég tók og ég bara að sleppa þess að Batman grímunni. Nei, vera með það bara. Vera með hana með mér eða? Já. Að vera með hana með mér. Já, en ekki þurfa að fara í apóteki, ég ætlaði bara að henda það á 2 stöð, að setja það á 2 staði og annars vegar sem Batman og hins vegar sem Shrek. Ok. Ætlaði að byrja sem Shrek? Já. Ok. Hvað lag ætlaði að syngja? Ég ætlaði að taka þarna Til eru fræ. Til eru fræ. Ok. Ég kann það ekkert ég bara synga eitthvað. Já, ertu komin inn í apótekið eða? Já. Og ertu með Shrek-grímuna þar? Ég er með Shrek-grímuna. Ok. Góðan daginn. Ég ætlaði að fá að syngja þetta fyrir nammi. Er það möguleiki? Til eru fræ og aldrei sé nær. Til eru fræ og aldrei nær. Til eru fræ. Þetta er Shrek inn í apóteki í skipholtinum. Hvað segir við þessu? Fann maður nammi fyrir þetta? Er það möguleiki? Já, það er möguleiki. Þið eru ekki með þessa nísku, hendið í kallinn? Þið eru ekki með þessa nísku? Nei, ég segi svona. Það er sleikjó. Sleikjó? Ég er bara til í hvað sem er Spurðu hvernig þið finnist Shrek-grímaðinn.
Hvernig finnst þið gríman? Hún er ógeðslega góð. Þið ekki hvað? Má ég taka fyrir vinnum líka? Já. Æ, þetta er innilega fyrir. Ég tek 2. Ok, skal. Ok, takk fyrir. Já, bye. Takk, bye. Já, þú fegst nammi, heyri ég. Ég fekk nammi hérna sko, 2 sleika, 1 fyrir þig og 1 fyrir mig. Vel gert, stóra eða? Þetta er, já, þetta er tjúpa. Tjúpa, ok, vel gert. Herðu krakkar, ég er með þetta svæði sko. Þið verið að sníkja annars það. Segðu mig drutta sér í burtu. Hvað segir þið krakkar? Já, sætt sko, bróma. Eru þið búin að, hvar voru þið? Meina hvað búið voru þau? Ég er í útvarpinu menn, ég get ekki verið, þú veist. Ég er að fara að ná í nammina. Hendur inn á næsta stað. Ok, hvert á ég að fara næst, veit þið? Ég veit ekki bara það, hvað er við hliðin á? Það er bakari hérna. Já, farið í bakarið. Það er farið í bakarið? Já, og taktu eitthvað með 50 cent. Það er líka sko... eitthvað með 50 cent, ég kann ekki með 50 cent. Já, reyndu bara in the club. Money in the club. Já. Og það? Já, reyndu það. Býta aðeins. Hvernig? Ég bara gera mig gleða. Hvernig? Hítana, ég er að vinna. Ég átti að fara hérna í bakarið, sagði Ötti. Já, hoppa inn í bakarið. Já, Ötti ræður... Vill hann að kíkja á pítuna? Já, hann vildi það. Já. Það heyrði svo illa hvað hann sagði þetta, það getur komið illa út, en hérna, farið í bakarið. Ég ætlaði að syngja hérna fyrir nammi á daginn. Eru þið með nammi? Það er að syngja fyrir nammi? Já. Hendi smá. Money in the club, fyrir gara. Gang, money, champagne in the club, money in the club. We're gonna party like it's your birthday. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. It's your birthday. Þetta er versta söngur sem ég heyrst. Fæ ég kókoskúlu? Æja. Ég fæ eina kókoskúlu hér. Innilegar þakkir maður. Það er litið illa út, það er ekki fengið neitt. En ég vilja taka annan lag, en það var annars ég riðið. Já, ok, syngdu eitthvað annað fyrir það. Hvað vildur þú syngja? Nei, ég tók... Takk fyrir. Þetta var lélegast útgáfa Vinda Club sem ég heyrst á ævinum, Pétur. Já, ég kann ekki þetta lag, maður. Þú er sem ekkert 50 aðdándi, ég held að kynnast maður 50. Bye. Já, ég kann ekki svona, þú veist, þetta er bara... Þetta var alveg... Hvað fenguðu? Kókosbollu og 2 sleikja? Já. Það er ekki bara ágætis árangur? Ég myndi segja það. Ég hlakka bara til að sjá þig og þú kemur þetta með sleikju upp í stúdíu. Það væri opbóðslega... Hvað segirðu, veitu? Ég hlakka til að sjá þig hérna upp í stúdíu með 2 sleikju og kókosbollu. Já, bara sömulegis, sunni minn. Séð þetta smá. Ok. Nákvæmur. Herri, já, Pétur á leiðinni tilbaka og við ætlum að gefa miða á Woman in Black og það er sérstök miðnættusýning á þessari hryllingsspennumynd klukkan 12 á miðnættu á föstudaginn í sambíónum Álfabakka og já, við Pétur gefum miða á þetta eftir örskama stundu. Við ætlum að fá núna Infinity með Guru Josh. Wow, þetta takes you way back. Þessu Infinity með Guru Josh. Pétur Jón er ekki komin inn aftur í stúdíu, hann var að betla nammi og mér heyrðist einhverju krakkar vera búin að umkringja hann, en það steytist fyrir glíðan. Mér fyndi að horfa hérna á sjónvarpsskjáinn sem er á hægri hönd, nágrannar eru þar í gangi og það er ennþá eiginlega bara allt sama liðið og var alltaf. Ég sé Karl og Susan, þau eru að rífast. Susan er búin að vera að ljúga að Karl að hún komist ekki í eitthvað ferðalag til Perú út af vinnunni og en Karl var að komast að því að það er lygi og hann er nú að láta hann að heyra það. Þið langar yfirleitt til Perú, auðvitað langar mér, nú þarnast ég Jimmyn. Já, það er einhver nýr kall í spilunni á Susan. Svona er þetta, hei, og Pétur Jóhann er mættur. Já. Við ætlum að fá hérna auglýsingar og svo gefum við miða í bíó á Woman in Black. Wow. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Þessi er góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. PlayStation Vita. Engar málamiðlanir. Alvöru spilun. PlayStation Vita er komin í verslanir. Sena. Happy Days á B5.
Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Nú býður aktu-taktu upp á gómsett grillað baguette og kók á aðeins 399 krónur. Já, ég sagði 399 krónur. Úrilla Górillan kynir Heineken Fimmtudagskvöldið. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pítsur. Sky Agency í samstarfi við Börn og Dominos kynna. Tiesto í Vodafone-höllinni þann 10. mars. Athugið aðeins örfáðu miðar eftir í Vía Písverð. Miðasala í gangi á miði.is. Hver er munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökurdagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind og Árbæ. Dílar.is í dag. Mánaðarkort í byrjandabóks hjá Hnefaleigastöðinni á aðeins 3.980 í stað 8.900. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Fundur framundan. Mini-pítur. Pítan, sími 562 9090. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Með að Lísa Reed, þetta er gammal slagari með Hart sem heitir Alone og það er búið að Klæðan í nýjan nærbuxur. Hann er komin í nýjan nærjur. Þetta er rétt ímyndaðir. Já, þeir eru með stilt á FM 95 Blöð að Pétur Jóhann og þetta er Blöð hérna með ykkur og já, fer að síga á setni hlutana hérna á okkur. Vissulega, en já, eins og við lofuðum ána þá ætlum við að gefa hérna nokkra miða á Woman in Black. Já. En það er einmitt sérstök miðnættuforsynning á þessari hryllingsspennumynd klukkan 12 á föstudaginn í sambíónum Álfabakka og já, þetta er eins og það er í laginu og hver veit nema við gefum bíómiða. Hverju leika í þessari mynd? Þekki það ekki, en við skulum opna þetta fyrir síman og að tökur sig einhver hérna sem vilja fyrir bíó. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú? Hæ? Ég segi, hvað segir þú? Bara fín. Það ekki? Jú. Hvaðan þetta ringja? Herðu, ég er inni í Safamýrinni. Safamýrinni, framari? Já. Já. Herru, hvað heitir þú? Guðrún. Guðrún. Og hvað stóttir? Guðrún Ósk Leifsdóttir. Guðrún Ósk. Herðu, þú átt 2 miða á myndina. Glæsilegt. Þetta á vist að vera einhver voða spennu hryllingsmynd. Okay. Tekkar á þessu. Ok, bæ. Viltu hérna... Við erum eitthvað að láta liðið gera neitt það. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú, vinnur? Þú ekki gefa bíómiða? Herðu, það passar. Já, við erum að gefa bíómiða. Já, hvað heitir þú? Ívar Bjarki. Ívar Bjarki. Já. Þú vart að svara hérna 2 spurningum hjá Pétri og ef þú nær því rétt að þá færðu með hann. Hættu rugli. Pétur, hendaðu með hann. Hvaða dagur er í dag? Miðvikudagur. Já, númer hvað í febrúar? Hæ? Númer hvað er hann? Númer hvað er hann? Já, í febrúar. Hann er númer 22. Já, þetta er rétt, Jörganli. Hár rétt, báða spurningar með þetta. Hvað segir þið? Þú ert búinn að vinna þér inn bíómiða þetta fyrir bara sjálfa þig, sko. Ertu ekki að grínast það? Nei, jú, ég er að grínast. Hvað er eitthvað því að fara einn í bíó? Hvað er margir? Herru, þú getur tekið kærastan hana með þér eða vinn þinn. Ok. Sérstaka vinn þinn. Herru, Ívar Bjarki, þú átt 2 miða til hamingju. Takk. Ok, bye. Herru, þá viljum að gefa hérna hvað? Aðeins í viðbótaður við Pétur Kveðjum, FM 95 Blöð, góðan daginn. Hæ. Voru að lækja útvarpinu? Já, er það ekki að bíða með það? Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Olga. Olga, herru, það er aldurstakka. Hvað ertu gömul, Olga? Ég er 19 ára. 19 ára, ok, þú hérna, hvers dóttir ertu? Þú voru að lækja útvarpinu? Ég er Davíðsdóttir. Hvers ertu, Davís? Já. Ok, Pétur, ertu með eitthvað spurningandinn eða? Olga Davís? Já. Olga Katrín Davíðsdóttir. Olga Katrín Davíðsdóttir, við erum þetta með 2 bolludagsbollur frá því á mánudaginn. Myndirðu vilja þær með? Já. Þannig að þú vilt 2 bíómiða og 2 bolludagsbollur frá því á mánudaginn? Bolludag? Já, þetta eru bollur bara, þær eru búin að vera hérna á borðinu, sko. Síðan á mánudaginn, viltu taka þær með eða? Nei.
Ekki fá þær með. Nei, þannig að það er bara bíómiðarnir þá. Ok, hvenær er að sækja þá? Já, en þú vilt ekki bolluna, bara bíómiðarna? Nei, ég vil ekki bolluna. Ok. Herru, já, þú sækir þetta bara upp í 365 á morgun. Ok, góða skemmtun. Bless. Herru, þá er það síðustu miðarnir hérna frá okkur PSA í dag. F95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú, kæri vinur? Ársæll Guðmundsson. Ársæll Guðmundsson, já. Ársæll Guðmundsson, og viltu taka eitthvað með þér eða viltu fara einn? Ég vil taka kærustuna með. Taka kærustuna með, já, fínt að vera með stelpuna með sér á svona hryllingsmynd. Vera flottur á því. Já, bara hérna, ok, ég keypti ekkert handar á konudaginn, en við erum að fara á Woman in Black hérna saman á föstudaginn. Það er svona eitthvað til að bjarga ykkur. Já, þú getur tekið það með þér á kottan. Hvað, gafst þinn eitthvað á konudaginn? Rósir, já. Seg. Það er basic, sko. En Pétur, ættu með eitthvað spurningu fyrir Ársæll? Ársæll, hvað gerur þú? Ég vinn í fisk. Já, bara í Hafnarfirðinum. Þorlákshöfn, nú það er ekkert. Það er ekki loðna þar alltaf á kafi í loðnu? Já. Nei, það er engin loðna í Þorlákshöfn. Herru, hvað kemur því? Þú átt alltaf 2 með það. Ok. Later. Bæ. Fjandinn, það er búið að ringja svo mikið. Gefum einn en hérna. Síðustu miðarnir F95 Blöð, góðan daginn. Takk, svo þekki ég þið maður. Sjálfsögðum. Heitna Hauka, hvað heitir þú? Ég heiti Ásta. Ásta, hvað er stóttir? Guðmund. Ásta Guðmund. Já. Og þú vilt væntanlega taka eitthvað með þér? Já, hvernig er það þú kemur bara með mér? Ég komi með þér. Ötti Blöja! Ég er að skemmta það stæðin. Annars hefði verið til. Kemst ekki, þetta er skrifað í skíinu. Ötti og Ásta. Já, Ötti og Ásta Guðmund saman í bíó, Woman in Black. Þetta er bara, ég sé þetta fyrir mér í framtíðinu. Hvað rást þú í gær? Ég fór í mat, Ötti og Ástu. Já, Ötti og Ástu? Já, bara mexikanst og hún er Fanta kokkur og náttúrulega. Þetta er skrifað í skíin. Já, Ásta, hvað heitir Guðmund? Herru, ég er lítið eldri en þetta. Það skiptir engum máli, Ásta. Nei, Ásta spyr ekkert um aldur og ekki Ásta heldur. Nei. Nákvæmlega maður, heyrðu, hvenær... Þú veist alveg hver ég er, sko. Nó? Þekkið þig? Ég systir hans Gumma. Já, ok. Þá reyndar, þá eigum við góðan séns saman. Það breytir öllu. Þá er ég til. Þá er það bíó fyrir nonn. Já, þá bara sleppum við þessu giggi þetta. En herðu, þú alltaf áttu auka með á, hvort sem tekur Gumma með eða ekki. Já. Og góða skemmtun. Glæs. Ok, bye. Herðu, við gefum ekki... Hún á mann? Nei, hún á ekki mann held ég. Nei, ok. Hver er þessi Gummi? Gummi? Come ball, come shit. Já. Come father, þekkir hann. Já, einmitt. Herru, það er búið mikið stuð hjá okkur PSA í dag. Pétur, alltaf gaman að hitta þig. Hjartalega til hamingju með sigurinn í þessari karaoke-keppni. Þú áttur hann fyllilega skilið. Rikki G er kominn og hann er í G-starból. Já, Rikki G í G-starból og G-streng. Og G-streng. Já, Rikki G. Hann var alveg brjálæður að því ég ringdi hann á bolludaginn og óskum hann til hamingju. Það var ekki sátu það. Yes, það er fyndið. Það er gott maður. Herru, jæja, takk aðeinslega fyrir hlustununa í dag. Kæru hlustendur. Ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég halda að Rikki G væri bara ískápur. Já, eða svona allavega mínibar. Svona eins og á hótelunum, svona lítill og kupslegur. Svona lítill mínibar. Herru, takk ég vel á móti Rikka mínibar hérna, hann er að fara að reyndast í stólinn. Hann er kallaði mínibarinn. Og morgun verður við Hjörvar Hafliðason hérna. Takk aðeins fyrir hlustuna, heyrjumst á morgun. Sjáumst betur. Nei, heyriru partíið sem við endum á. Rikki, þú ert að lappin í partí. Skemmtu þér.